og daginn, gott fólk. Það er Ísafjörður, keppnisdagur í dag. Klukkutími án til að leggja af stað upp í fjall. Búinn að borða, kaffi, taka smá teygjur og svona mobility. Klæða mig í kittið. Já, annars bara græja ég allt í gærkvöldi. Hjólið og allt sem þarf að hafa með mér. Þannig að það er bara bring it, sko. Race ready rig. Hérna í kittið. Reiskittið, ljósabuxur, ljóstreyja, meirinn og bólur. Endurpókinn með slöngu, 2 Oat King, tie levers og eitthvað sniðugt. Púðabuxur, brynja, olnbogahlífar, hnélhlífar, goglur, hanskar, batteri, hjálmur með fullana GoPro-vél og tómt kort. Ok, race ready, komin í kittið. Full race út, hjólið, geggjað, Bjössi, geggjaður, hárið, geðveikt, veðrið, insane. Við erum númer 3 í dag, lucky number. Þannig að við erum núna að fara að hjóla bara upp í fjall. Það sem hitti klukkan 10, það tökum við transfer upp í Austmenn. Sem stage 1 byrjar. Ég er að klifra upp í stage 1. Ég er að taka bara veginn. Flestir eða allir sem ég sjá eru bara frá bíl. Sem er venjan. Það er gaman að sjá sérstaklega batteristöðuna á hjólinu eftir daginn. Sjá til hvort að ég klifri upp allan Malbikaveginn, hinum meginn, hraunum. En já, það væri skemmtileg challenge að gera þetta alltaf einni rafhlöðu. Ég veit ekki hvort það sé raunhæft eða hvort það sé kannski bara ekki mál. Þannig að það kemur í ljós. Kobbi, taktu þyngsta steini. Jæja! Á leiðinni í Austmenn. Svona skemmtilegt pedal. Börkur í braut. Já. Hérna var strax orðinn vel þreyttur í lærunum. Sir. Búið að ríða plásturinn af, nice. Já, nákvæmlega.
Tæpur á pedalstrækja hann eftir fyrsta litla pallinn. Já. Kemur svona lítill pallur og svo kemur svona compression bump eftir mig. Ég stræka alveg feitt sko. Shit. Come on, Kobi. Nice. Núna erum við að hjóla yfir í Stage 2 sem heitir Hnífarnir. Í fyrra byrjaði það hérna rétt fyrir aftan mig. En núna byrjaði það svona neðar. Það er búið að kötta svona 1,5 mínútu af því. Já, ógeðslega physical stage. Ég ákveði að stytta þetta núna bara til að hafa þetta aðeins meira svona friendly fyrir alla. Ui! Alveg shit.
We can do it, baby. Oh. Oh my god. Oh my god. Ég hef aldrei svo þreytt í hund og lág. Oh. Ég hef þreytt á það, sko. Thank you. Það er svo gott, sko. Það hjálpaði. Take it off, take it off. Það heldur að mér að springa, sko. Nú langar maður svo tíman að fara til að horfa. Já. Ég mæta hér. Heldur betur, sko. Þetta er alveg. Alvöru hakkabuff í gangi hérna, sko. Og í góðu formi. Það sjáist að ég er svo ógeðslega pumpaður, sko. Já. Það hefði verið flott gekk í göttunni, sko. Quick stop í bónus í transferinu. Gripur sér Red Bull. Hérna eru allir að fara í skutt upp. Ég ætla að hjóla upp. Ég er búinn að taka ákvörðun um að gera það núna. Erum við ekki bara að fara til smá eða? Þú býðast að geta fyllt bílinn eða? Já. Ég sé ykkur uppi. Það er hjóla. Það er challenge. Hvað er besta leiðin hérna? Hvað er besta leiðin hér? Kemstu einhvers staðar hér eða? Ok. Hún er svona, hún er ekkert rosalega vel merkt, sko. Það er einhvers staðar hérna bara til vinstri við hleðsluna hérna. Já, vinstri við hleðsluna. Já, ég vil sjá hana hérna. Þá komum við inn á stíð og svo, þá lendum við eiginlega hérna. Það er svona síðast kaflina svona malar dæmið upp á veg, sko. Nú erum við að hjóla hérna upp á veginn. Við hjóla einhverjum svona gula leiðina í Klifri. Aldrei hjólað á dagar. Þetta er mjög næs, þetta er bara hérna, já, rétt við hérna hleðsluðu veggur hérna. Bara beint til vinstri fyrir hann. Jæja, búinn í smá pásu hérna í skála. Nú að hjóla upp í stage 3, tunguna. En þá á transferinu upp í tungu.
Þetta gekk bara strusu vel. Ég vona að það hafi ekki komið drull af linsuna á GoPro-vélinni. En já, bara mjög sáttur með þetta. Engin mistök þannig. Þannig að bara rúlla hérna niður, gegnum tjaldsvæði og hjóla svo aftur upp í fjall í skíðaskólann. Við erum á leiðin í Tunguna, geggja stage. Hjólið er í 50% batteri og já, ég held að við verðum alveg solid sko, með batteri á hjólinu. Var núna upp svolítið langt. Þá kom Tungan, hún klárunir á Skála og þaðan tökum við skíð heima sem er stutt og svo Múlinn og svo Bæten og já, svo gætu þetta fara einu sinni alla leið upp í Skála aftur í síðasta stageinu sem að tekur skíð heima og heimreiðina. Þannig að já, við erum eftir að fara tvisvar hérna upp sem að já, það gæti alveg verið á mörkunum, en ég er aðeins búinn að detuna ekomótið hjá mér. Ég held að sé 45 Nm, 300 watt assist og eitthvað aðeins búinn að minnka eitthvað annað dót. Samt fárlega mikil hjálp ennþá. Þú þótt ég sé 45 Nm, búinn að lækka wattage outputið helming. Þannig að já, impressive so far. Mögum upp í Skála. Smá drykkur og nesti hérna. Já, við erum á leiðinni hérna upp í bununa. Hjólið held ég komið í 30% slétt. Það komið 2 strik og appelsínugul. Held að það sé 30 slétt. Þannig að úi, hérna hvað hel. Þannig já, þetta má vera mjög þetta þarf að vera mjög sparsamur restina af keppninni.
Ég ákvað að vera bara í næst aflminnsta mótinu sem er 45 Nm og hálfgerð ekomót bara í reysunni, bara að spara. Jæja, skíðheimar. Já, það var svolítið langt á undan pakkarum, sko. Thank you. Komið krampaði vinstra læri. Nú komið krampaði. Já, ég er líka búinn að vera að hjóla á milli alla steitsana. Já. Það tekur aðeins auka í. Það liggur ekkert á að fara í næstu, sko. Nei, nei.
Þetta var skítfínt maður. Já. Ok. Það var bara svona lala. Ég var að reyna hjóla ekki óhratt, reyna bara gera engin stór mistök. Það geta bara svona sýstan sig í gegn. Gekk frá ágætlega. Hvernig var bætið enn? Bætið var góður núna. Nei. Miklu betur núna. Ég ætla að hvort þú vildi pedala upp eða 80. Ég er á 90. Ég er á 28%. Það er bílum maður. Nei, ég var að klára þetta challenge. Ég ætla að sé alveg dúbúl en... Sorry, ég stoppaði að spjalla hérna í helmingnum á brutinu. Nei, alltaf leið sko. Bara, ég var líka aðeins að bara vetna yfir setja vatn á brúsan og... Takk fyrir það. Bara læknum hérna. Læknum. Jæja, þá byrjum við næst síðasta klifur dagsins. Klifur upp í Múla. Það er svona næstu upp í skíðaskála en svona, ég veit, kannski 2/3 eða eitthvað svoleiðis. Og svo þurfum við að fara einu sinni alveg alla leið upp í skíðaskála. Jæja, komin upp í Múla hérna. Líka var orðinn vel þreyttur, eða lærinn. Ég er ennþá 2 strik eftir, ég er bjartsýnn að komast alla leið upp aftur. Daginn. Ég get sofnað sko. Ég var til í salt og svona 150–80 mg koffín. Það var hreint. Saltið bara á. Við erum framdekið við gulaborðan. Já. You're ready. Múli, múli, múli. Já. Gott flæði hérna uppi. Stökkum hérna inn í múlinn á droppinu. Vöndum okkur, haldum okkur uppi. Og bara haldum flæði. Höldum okkur á brunni í dag.
Atta boy. Bara mjög vel. Hvernig finnst þið droppið og svo hefnpæpið þarna? Geggjað. Ég byrjar að fara bara full blast niður droppið. Bremsa bara vel og svo bara halda mér í off-camberinu. Hann nefnilega hendi mann einhvern vill. Já. Setja þig bara niður í bóa. Já. Sick. Hvernig gekk? Ég er bara aldrei hjóla múlan hjá vel, sko. Sko, næri hlutum geggjaði hjá mér, en það verið rugglun eftir ára við komum í skóginn, sko. Já, bara eitthvað off balance eða? Já, bara off balance í beigjunum, bremsa alltaf pínu í endan. Já. Hvernig gekk? Var alveg skítsæmilega. Skítgott. Vakkaði upp hér og þar. Sjáu þetta? Uno baro. Þetta er 1 stykk eftir. Það er smá heldur langt pedal eftir núna upp í síðasta stage, sko. Það er svo... Ég segi 20% eftir. 10 kilometrar. Það er nú ekki 10 kilometrar upp í fjall. En það er vissulega heldur bratt. Þannig að ég er bara vongur á staðinu núna. Síðvíktana. Það er alveg smá fyndið. Ég hef áhyggjur af batterín á hjólinu en batteríu af mér er bara... Ég er núna bara með krampa bara ding, ding, ding að grípa mig báðum lærunum innanverðu. Herðu, ég er hérna á leiðinu upp í síðasta stage. Ég er komin hérna 1/4 eða eitthvað upp í skíðaskóla. Ég er að hvíla mig, ég er með svo mikið krampa í löpunum. Hjólið er í svona 18% held ég. En við áttum okkur því að það þýðir einhverjir, ég veit ekki, 9 kilometrar en þetta er slatti lengd og þetta er vel bratt upp í skíðaskóla. Þannig að já, þannig þurfum að passa að lappirnar séu í lagi þannig að ég geti ekki hjálpa hjólinu eitthvað. Það sé ég að gera alla vinnuna. Svo þarf ég ekkert batteri til að klára síðasta stageið beint. En þetta er að hafast. Þetta er geðveikt. Hjólið er búið að vera ógeðslega solid. Mér búið líka bara nokkuð vel. Fyrir utan þess að krampa, ég veit ekki hvort ég átt að drekka meira, mér er sölt. Nokkuð þannig shit, en þetta er engin heimsendir sko. Já, Continental dekkin. Oh my lord, hvað þetta er solid stuff. Bara downhill casing, Continental. Bara got you covered í hvað sem er sko. Það er komin eitthvað massa mótvindur hérna. Ekki að hjálpa. Þannig ég ætla að taka bara hérna aerotök stöðuna. Það sparar definitíli eitthvað. Sjáum hérna fyrir endan á klifrinu í dag. Þetta er að hafast. Last dance.
Tætt. Rosalega beygja hérna. Új. Og sæl. Oh my god. Ég er bæði ekki búinn að hjóla þetta stage í vikunni helgina. Þannig að ég þekki þetta aðeins en ég veit ekki hvernig aðstæðurnar eru. Það eru alls konar. Hvílum okkur smá. Fyrir loka sprettinn. Új. Það er mann rétt, það eru svona kaflar hér sem að geta verið svolítið blautir. Új. Sveitur. Ég klárum þetta með stæl samt. Új. Ekkert hvað er best hérna. Új. Új. Ég tók sko svona 20 sekúndna kom í downhillbrautinni, bara með opinn hjálm í gulu vesti, enga brynju og ekki neitt, engum hjálmsjón. Það er áhugavert, ég var að hjólna í rauninni blind núna, ég er ekkert búinn að hjólna síðan ég kom. Þetta er hann einn leið sem maður vill sjá sko. Já, sem var náttúrulega aðeins eftir henni skilur, en það var svona Það er svo margar trikk í beygjur hérna. Já, líka það var ein lína sem ég var svona með hérna. So yes boy. Ég var alveg heppinn sko. Ég held sko, hef ég Yes buddy. Já, hann líka tókst bara meirhlutan af stageunum. Ógeðslega vel gert. Já. Nei, ég er að horfa. Það er smá svona debrief á helginni. Ég tók ekkert meira upp eftir keppnina þarna sem endaði upp í braut. En við unnum rafmagnsstjórnarflokkinn sem var bara geðveikt og vorum í 4. sæti overall sem er bara mjög næs, mjög sáttur með þá niðurstöðu. Náði bara að hjóla mjög vel alla keppnina. Ég var ekki mikið að gera mistök, aldrei eins og vant. Og já, leið bara nokkuð vel, svona physically.
og að vera á rafmagnshjólinu var áhugavert. Ég hef keppt þarna 2 eða 3 á venjulegu hjóli og svona tilfinningin er að maður myndi hjóla þetta hraðar á analóg hjóli en spurningin er samt sko því þá ertu náttúrulega bara að nota algjörlega aflið þitt, engin aðstoð, þannig að í þessum litlu klifrum og sprettköflum í stageunum tekur vissulega meira úr þér en mér finnst ég upplifði sem að það sé miklu meiri svörun og hraðari svörun á analóg hjólunum heldur en á rafmagnshjólinu en það er bara spurning að því að maður analóg hjóli eins og ég er ég þreyttari svona í heildina litið og myndi þó yfir öll stagein eiga svona lakari tíma því ég er þreyttari og kannski ennþá hærri púls eða hvort maður myndi bara ráða við það bara eins og Börkur, Þórir og Jonni sem að tóku topp 3 þeir náttúrulega eru allir á analóg hjólum en þeir eru líka bara ógeðslega góðir hjóla endurú. Ég er ekki að segja að ég var á sama tíma á þeir bara því ef ég myndi vera á venjulegu hjóli en mér líður svona eins og maður myndi halda hraðanum betur einhvern veginn á venjulegu hjóli, myndi rúlla hraðar, maður fær svona meiri orku frá hjólinu þegar maður setur í það orku en já, það er svona tilfinningin en eins og á rafmagnshjólinu ég hjólaði á milli allra stageana sem að er bara algjörlega ekki raunhæft á venjulegu hjóli allavega ekki á svona keppnisdegi, þú getur gert það sem challenge það myndi taka ógeðslega langa tíma en já, annars bara gett sáttur, geggjuð helgi þetta er besta helgi ársins finnst mér það er svo mikið að skemmtilegu fólki og leiðirnar eru svo skemmtilegar og umgjörðin er svo geggjuð ef þú ert að horfa á þetta hefur ekki mætt á Ísafjörð á þessa helgi hvet ég eindregið til að mæta á næsta ári þetta er skemmtikeppni númer 1, 2 og 3 það er líka mjög competitive grúpa þarna sem eru bestu á landinu en það er bara lítill hluti af þessu taktu vini eða fjölskyldu með mætið á það, ef þú ert sóló þá er það ekkert mál af því að þú ert bara að mingla við eitthvað og þú bara dettur inn í hópinn og finnur eitthvað til að hjóla með, það er ekki vandamálið en já, annars bara takk fyrir mig Ísafjörður, takk Vestri fyrir besta mót ársins eins og alltaf